Góðan daginn og velkomin í þátt númer 155 hér á YouTube-brásinu minni. Ég heiti Helga og ég er handhafinn Óð. Í dag er miðvikudagurinn 11. febrúar 2026 og ég er hérna með einhverja lumbru í mér, þannig að ég ákvað að halda mig heima mín vegna og annara í dag. Og eins og litlu börnin er með illt í eyra og hálsi, en hérna og örugglega einhverja vellu, en ekki kannski alveg nóg til þess að liggja upp í rúmi non-stop. Og þar sem ég er ein þá heima, þá var tilvalið að sýna ykkur hvað ég er búin að klára og hvað ég er búin að vera að gera. Og hérna svona hvað er á döfinni og allt þetta hefðbundna. Og hérna ég er nú bara ákvað að baða mig og alles, af því ég þarf að fara út úr húsi og eftir og hérna alveg óþarf að vera alveg eins og þið vitið. En það er bara þetta, eins og ég segi, þetta hefðbundna. Það er klárverk, vinnslu, hvað á döfinni og þess aftar. Ég man ekki hvort nokkuð hafi. Jú, það datt í pokann og annað þeirra sem datt í pokann er orðið að klári, þannig ég sýni ykkur það, og ég er búin að fitja upp á sama verkefni í hinu litnum og svo, já. Þannig að já, ég verð kannski svona pínu út allt eins og venjulega, kannski bara aðeins meira. Og þannig að við bara skulum hefjast handa og ég er í fyrsta klárinu. Einfaldlega, já, af því að það bara hentar best í röðina og þetta er semst hérna Camilla dress, en ég breytti henni. Þetta er Camilla dress eftir Colibri by Johanna og ég gerði hana í medium stærðinni. Og í þetta notaði ég gatnið sem að gefa upp í uppskriftinni. En ég gerði vissulega ekki kjólinn, ég breytti svo í peysu og eftir því sem kemst næst þá er hún að fiffa þannig uppskrift til, að þetta var svona pínu ves að vera með ves, en það hafðist held ég, allavega geti gengið inni. En ég, eins og ég segi, ég notaði það sem að gefa upp. Og það er þetta mohair og það er haldið tvöfalt. Þetta er silk hair. Það er bara silk hair, heitir það. Frá Lana Grossa. Og þetta er 25 gramma hespa með 210 metrum á, 70% mohair og 30% silki. Litur 217, ég myndi bara segja páskagulur, en sjáu hvað breytist þegar hann kemur með paljettgarninu. Paljettgarnið hefði ég getað keypt hérna hjá Garnico vefverslunni hérna á Akranesi, en þeir áttu bara ekki litinn sem ég vildi taka með. Þetta er Cosmo paljettugarn, 100% bómull og svo bara paljetturnar, og þetta eru 100 gram og það eru 260 metrar á hespunni og þetta er litur 09 og þetta get ég alveg flokka sem heimagarn. Þannig að þetta, með minna ég hafi takað þetta í heimagarni hjá henni Magnu Prjónu vinkonu. Og þegar það kemur út uppskriftin á peysunni, þá ætla ég hugsa ég gera hann alveg aftur og kannski ekki endilega úr þessu. Ég þarf að skoða betur hvort það verði nóg, en það sem ég á eftir á þessu verði þá bara eitthvað annað fallegt. Ég notaði 144 gram af þessu og það er haldið tvöfalt og 187 af þessu, tæpa 2 svona. Og það verður þá, næstum 6 svona. Og þetta var bara mjög gaman og ástæðan fyrir ég vildi byrja á að sýna þessa er að ég
festi brjóstahaldarann í peysuna svo að hann væri ekki að vesenast. Þú veist, þannig ég þurfti að pæla því þegar ég væri í peysunni og sett bara litla nælu hérna neðst svo heldur svo aðeins við saman af því þetta er náttúrulega laust hérna á milli. Og nær hinga hér festi maður, það sést alveg sko. Þannig að það er þetta sem hún er að reyna að laga, reyna að sjáu þetta, já, reyna að minnka þetta. Að það verði minna áberandi en þú veist, ég er bara mjög ánægð með hana svona. Bara svona lús og þægileg. Brá mér í hana á Þorrablót hjá fjölskyldunni á þar síðustu helgi. Og þar er mikið handavinnu fólk, þannig að ég fekk mikið að klöppum á hana. Með heitt kaffi hérna, þess að róa, ég hef svo illt hérna megin og í þessu eyra. Og ég með þetta eyra, ég vinni alltaf á headsetinu hjá mér, þannig að ég heyrði ekki orðið neitt í gær og var farin að fá svona rosa stingi, þannig að þá hugsa ég, já, þetta er ekki gott. Þannig að ég vakti frá eiginlega 1 í nótt, þá var verkilegin hægt að virka og ég tók meira og það bara virkaði lítið sem ekkert. Þannig að, en ég sofnaði svo aðeins undir morgun. Úr einu í annað. Nú ætla ég að fara í næsta klár og sýna ykkur augnablik. Eitt sem ég gleymdi að segja ykkur með þessa er að ég notaði 6 mm prjóna í þetta og 4,5 í affellinguna hérna að neðan og á ermunum. Allt í bóli hérna. Þannig I-cord affelling. Mjög snyrtilegt og flott, en þetta var ekki fallega kastað af mér. En svo er það næsta klár, það er lopapeysan Villanelle, nútíma lopapeysa eftir Maju Sisku. Keypti ég hana í Þingborg í fyrrasumar og var loksins að klára hana. Og auðvitað náttúrulega var ég svo æst þegar ég var ekki rauðskristina að þessir gæjar eiga að vera úr lit, en hey hó. Ég bara allavega kom með ógeðslega fína lopapeysu. Ég er mér búið að vanta endurnýja svona ekta íslenska eða úr íslensku lopa fyrir útivistina. Langaði ekkert endilega í hefðbundna, þannig að þegar ég sá þessa þá í Þingborg í fyrrasumar og þá stóðst ég ekki mátið. Þannig að þetta er líka heimagat. Ég á bara eftir að setja hana á Instagramið og taka hana í það. Ég er alveg móð og heitt og allt. Hún er prjóna úr 2-földum plötulopa og á prjóna 6,5 mm. Þannig að þetta er ekki tvíbandaprjón, heldur er svona 8 prjón í þessu, þannig að maður er alltaf bara með 1 lit í einu. Og ég svona myndi mæla með að lesa uppskriftina alveg yfir, ekki vera hvatvís eins og ég. Ef þið ætla að gera þessa. En ég er mjög ánægð með hana og það er alveg slatti afgangur klárlega í húu, ef ekki kraga. Svona upp á þessa daga sem maður þarf að hafa hærri upp háls og ég meiri segja samt er ekki með kragan eins víðan og hann á að vera. Ég heklaði bara svona fastapinna hérna 1 hring til þess aðeins að taka saman í hálsinn. Ég vildi ekki hafa hann alveg. Þannig að það getur vel verið að ég geri bara kraga sem í svona svipum dúr sem ég get þá smellt á mig þá daga sem að maður þarf eitthvað meira hálsakotið. Mér er kannski eitthvað svona mjög umhugað hálsakotið af því að mér er illt í hálsinn. Og myndi sennilega frekar nota það heldur en húu. Kannski geri ég, það var pottitt afgangur í eyrnaband. Þetta er það mikið sem er eftir. Þannig að við skoðum það. Það er svo margt annað í gangi, skal ég segja ykkur. En ég er bara mjög ánægð með þessa. Það er mjög fínt að sýna hana í svartum buxum. En sést ekkert mikið. En hún nær bara, þú veist, niður á
miðjan rass og bara frekar erma síð því búin að þvo hana og ég er bara mjög ánægð með lengd á ermum og búk. Ég er bara mjög ánægð með hana og hún var gerð bara, já, eins og ég segja, 6,5 mm prjóna. Maður er ekkert að minna að mann sé bara að nota það allan tíman. Hvað segir? Já, maður er bara með 6,5 allan tíman. Very happy. Ég ætla að taka mig pínu pásu og fara í næstu augnablik. Ok, þá er komið að þriðju peysunni og þetta er líka heimagarn og meira segja endurinn í garn því að ég var búin að gera úr þessu það sem ég kallaði gellupeysa uppskrift en hún var bara allt of stór og crazy og þannig ég rækti hana upp sem var bölvapauð að þetta er svo fluffy. Þetta er frá Vassnes Bröst Single DK, það er 76% móhair, 15% hálandsull og 9% nælon. Það er 200 metrar í 100 grömmunum og það fóru bara akkurat, má segja, 200 grömm í hana því þetta er afgangurinn. Ég var alveg búin að hafa samband við Kristínu Allers sko til þess að gá hvort hún ætti meira þessu sem hún átti ekki en vissulega átti hún sem ég hefði getað tvinnað inn í ef að illa færi en sem betur fer þá slapp það. Og það sem ég gerði, ég notaði 6 mm prjóna eins og að gefa upp fyrir þessa uppskrift sem er October Day Sweater eftir Maska Srablikova og ég gerði minnstu stærðina af því ég veit að þetta garn stækkar svakalega. Ég hefði sennilega farið í stærð 3 undir venjulegum kringumstæðum en þetta bara gat ekki verið meira perfekt. Og þetta er bara svona falleg lauf og sést ekkert svaka vel en það eru svona pínu helgu bleikir og grænir og gulir, aprikósu, fallegi litir með í laufblöðunum og mér er lengi búið að langa til þess að gera þessa. Mjög ánægð að hafa loksins komið því í verk og já, 200 grömm, mjög létt og er í flott fyrir vorið og mögulega bara okkar típiska sumar, svona þegar maður fer út í viðring. En við sjáum, mér langar svo rosalega, ég er í algjörum núna peysuham, en mér langar líka rosalega að klára þessa svona hlýrri peysu sem ég er með í gangi af því að mér langar að detta svolítið í svona léttari sumar feeling, gera meira af svona að því ég notaði bara einfaldlega meira heldur en peysurnar sem mér finnst svo geðveikt gaman að nota en ég er svo sem ég smelti í bás upp í gulli mitt í Kópavogi sem ég tek niður núna á þriðjudaginn í næstu viku og ég bara, þú veist, byrjaði fyrst með alveg verð sem var langt undir því sem þetta ætti að kosta. Svo hugsaði ég bara, nei, ég get ekki fyrir að, þú veist, að drösla þessu svona miklu magni sem ég fór með aftur heim að við búum í lítill íbúð og ég er náttúrulega, þegar ég tek mig til er ég maskína og þannig ég ákvað bara að henda öllu á 50% afslátt sem að er þar bæði sem er prjónað og heklað og líka bara fatnað. Frétti svo þegar ég var nýbúin að setja upp básina, það stendur til að opna 2 svona búðir hérna á Akranesi þannig að það mun klárlega verða næsta skref að nýta með það þegar ég fer í svona losun aftur. En ég ætla bara að vera svona meira ákveðin í hvað, þú veist, ekki endilega bara prjóna allt að mér langar til þess að gera það ekki. Ég ætla að reyna að láta að hafa
hafa pínu tilgang sem ég fer að föndra við næst. En í ljósi þess að ég ekki 100% og ég að kafna í þessu, þá ætla ég bara að pása ykkur einu sinni enn og fara í eitthvað sem ég ekki alveg að kafna í augnablik. Fór bara og hendi mér einn af uppáhaldstoppunum sem ég gerði í fyrra, snemma í fyrra, minni mig, og bleika peysan sem ég sýndi ykkur síðast og þar síðast sem ég stytti ermarnar á, og þetta sama uppskrift og öllu svalara verið þessu heldur en þessum fluffy fötu peysu sem ég er búin að vera að sýna ykkur. Mér minnir að þetta sé ég man ekki hvað þetta gat heitir. Þetta bara ábyggilega með þetta einhvers staðar á Instagraminu mínu. Eða það já, langt síðan ég gerði hana. Ég man ekki mikið eftir því. En síðasta klárið, látum við sjá, Terrazzo húfa eftir Petite Knit, eða ekki? Jú, og ég gerði hann í medium stærðinni. Mjög hlý og kósí. Hún alveg bara hún þreföld yfir eyrun á mér. Sem sagt hún það tvöfalt í innustrófið og svo brotið upp það eftir kúnstarinnar reglum í uppskriftinni og prjóna aðeins létt áður maður fer í úrtökuna, og ég alveg svakalega kuldaskræfa með eyrun og eins og hálfviti með allar húfur, en þetta svona það skásta sem ég komast í. Og þetta notaði ég næstum uppgefið garn. Aðalgarn það sem uppgefið í uppskriftinni, en ég nota aðeins fíngerðara móher, bara til þess að, ég var að panta þetta frá storkinum og ég vildi bara að litirnir gengi vel saman á aðalgarninu og móherinu. Og ég keypti þetta Noro, The World of Nature, Silk Garden Sock Solo. Þetta 100 grömm, 300 metrar, og það þessi þetta garn. Þetta svona pínu, þetta einspinna, og mér finnst ég alltaf pínlítið þegar ég að prjóna á svona típum vera að prjóna úr pappír. Og svo Lamana Premia 60% móher og 40% silk, litur 8, keypti þetta líka í storkinum. Og þið afsakið að ég að klóra mér, ég líka með ofsakláða, úrtikarju, og fékk svoleiðis kast í fyrrakvöld sennilega þegar ég var þessi pest var að hellast í mig, þá maður útsettari fyrir því líka. Og ég bara að díla við eftirkostina því. Já, sagði ég litanúmerið á þessu. Þetta litur S53 af Noroinu. Titrell og skelf. Orku lítil. En, semst eitt svona klár, ég á mér settur að þvo hana. Ég bara þegar hún var tilbúin þá bara smelti ég henni á mig og út með mig. Og ég ætla bara, ég ekkert að stressa mig á því endilega að þvo hana eitthvað strax. En þá erum við bara búin með, já ég get sagt ykkur það að ég notaði 85 grömm af Noroinu og 19 grömm af móherinu, og ég notaði bara ég notaði uppgefna prjóna í uppskriftinni sem ég með
það örugglega, þetta kufi vera 3,5 og 4 myndi ég ætla. Sjá, ég með þetta. Ég skrifaði það ekki hérna í skipulagið, það áttu að gera það greinilega. 3,5 og 4 og ég byrjaði sérst á annarri húfu. Og það bara stroff, þangað til beljurnar koma heim. Og sérst eins létt og einn brauðin. Og það aftur Noro garnið Silk Garden Sock Solo litur S84 og Mohair líka svona fíngerðara heldur en að gefa upp í uppskriftinni og fyrir vikið ekki eins fluffy sem alltaf í lagi mín vegna og það litur 72 þetta lamana garn silki garn Mohair afsakið Jesús, ég ætti bara að fara upp sófa sko. En það svona, já, þetta eiginlega bara frekar fljótt gert til þess að gera. Ég var í viku með gulu húna með öllu hinnu, þannig að, já, ekki, kunnilegt. Voru ekki búin að sakna þess að ég myndi ekki geispa framan í ykkur. Ég man að ég var alveg, þegar ég búin að tala svona lengi, þá byrjar þetta. En svo það ekki mjög næs að geispa núna með illt í hálsi og fæ alltaf svakalega sár hérna bæði í svona kulda hitasveiflum úti og í þessari urtikarjuflippi sem ég í þessa dagana. En það margt verra sem maður getur séð mann. En ég held ég hafi ekki verið búin að fitja upp á, nei ég fitjaði upp á Rosy Sweater 13. janúar. Ég var örugglega búin að sýna ykkur garnið. Síðast þáttur 16. janúar og ég fitja upp á 13. þannig að ég var svona rétt byrjuð. Jú, ég var búin að sýna ykkur. Ég var rétt byrjuð. Á Rosy Sweater og Jesús, hvað hún er falleg og ég segi sjálf frá og ég að gera Rosy Sweater eftir Lene Holme stærð 3 og það að gefa upp 4 mm, 4,5 og 5 mm sem ég að nota og ég að nota Biche Bouche Lilamswool sem reyndar ekki garnið sem ég gefið upp en ég ákvaða að gera það, keypti það hjá Garnico vefverslunni hérna á Akranesi. Þetta bara geðveikt garn og það eru 50 grömm og 170 metrar á dokkunni og þetta bara, hvítið er bara off-white og græni er dark green grey. Og þetta er bara, þú veist, þetta áttur að blómstra þegar maður þvær þetta og ég er búin að gera kragana því ég vil hafa hann tilbúinn þegar ég fyrir að máta síddina á búknum. Ég ætla að prjóna, ég er að vera búin hérna með þennan gæja, prjóna eitt svona í viðbót og máta svo og mögulega fara þá yfir í ermarnar og græja þær og svona klára síddina á þessu bara öll á svipnum tíma á ermum og búk. Og þetta er geðveikt svona Lasarusa prjón, bara setja hérna upp í sófa og prjóna. Ég er ekki fær að taka prjónuna alveg strax þegar ég er búin að þessu. Ég er orkulausar en ég held, ég verð bara að viðurkenna það. En alltaf, þess vegna er ég nú heima hjá mér. Rosy Sweater, hún er til líka í svona boxi útgáfu en mér langaði að gera þessa af því ég veit að bara hún mun passa betur undir utan yfir hafnir heldur en hinn. En mér langar ógeðslega að gera hérna. En alltaf var ég ekki að tala um að fara í léttardeildina í framhaldinu. Jú, það var ég sem sagði það. Við sjáum. Já,
hún er búin að svona þessa síðustu daga búin að eiga svolítið huga minn, hún Rósi. En síðan langaði mig ógeðslega að, já, ég ætlaði að sýna ykkur hérna, ég er líka búin að splitta þessari lopapeysu. Ég er nýbúin að splitta fyrir ermunum á henni. Þetta er bara Icewear Garn Saga Yrja, litur 903. Og þetta verður bara svona plain lopapeysa. Mun sennilega svona ganga svolítið í hana þegar að Rósi er búin. Síðan langaði mig rosalega að gera aðra svona einhverja fína mohair létta peysu og fann Fredrik sweater eftir Jóhanna sem að Colibri by Jóhanna sem að gera hérna kjólinn sem að ég breytti peysu, Camilla dress, og ég er aldeilis alveg bara búin að fitja upp á bakinu, svona mikið, og það er mohair frá Hobby, Friends Kids Silk, þetta er 72% mohair, 25% silki og 3% ull. Langaði að prófa það og svo er þetta svona glimmergat, það eru pínu litlar paljettur hérna á og til í þessu og mikill glans í bandinu. Það heitir Party Deluxe, A Glamorous Thread with Sequins, bara 100% polyester, 50 grömm og 250 metrar. Það sést kannski betur hérna, ég keypti líka í svona gulan og í bleiku og þannig að ég mun líklegast vera með þessa líka í peysunni. Þetta er svona bara eitthvað sem að mig langaði aðeins að hérna fikta með. Ekki, en þú veist, ég er svona meira kannski að nota bara uppskriftina til þess að styðjast við heldur en hitt. Svo er það jólauppfiti mitt, Vertices Unite eftir Stephen West. Ég er búin með fyrsta kaflan og byrja á kafla 2. Ég var eitthvað í ruglinu þegar ég var að taka fyrst upp fyrir hann og tók upp vitlausu megin og þú veist þannig að ég er með enda hérna því að ég skildi ekkert í hvað hann skot gekk sá kafli. Það var náttúrulega bara einfaldlega þegar ég var að gera með allt og fáum lykkjum og kolvitlaust. Og hérna ég er að gera svona miðstærð. Ég er að fara á milli þess að gera litla og stóra af því að mér finnst ég prófaði það ekkert og það kom bara svakalega út, hentaði mig betur heldur en litla eða stóra. Og ég var búin að sýna ykkur, þetta er allt hérna, ég var búin að sýna ykkur ekkert hérna allt garnið. Þetta er allt bara svona innspinnur, fallegir litir. Og bara þetta grípi í bara þegar hérna. Þegar þessa peysuskvísur er ekki hugminn allan og svo ég eftir að klára músikal hann að Leni prjónið og eitthvað annað sjálf sem ég með inni og eitthvað svona. Svo er ég náttúrulega með teppin. En ég hef ekki unnið í því nema hérna Jelly Roll heklteppinu eftir með Cliff Jones, Bakery Bears. Þetta er eitthvað svona sem að nú er ég alveg búin að ná uppskriftinni og bara var að klára þessa lengi síðast og er nýbyrjuð á næstu. Og þetta er fingband bara haldið tvöfalt eða fingring haldið tvöfalt.
og þetta verður bara svona svolítið massíft og næs. Ég hlakka til að sjá hvernig það verður þegar ég þvæða. Ég er að nota 4,5 heklunál og þetta er svona grunnliturinn sem leiðir inn í þessa litapalettu sem ég er með. En ég náttúrulega vissulega ekki til þess að vera með öllu þessu, en þá bara leikum maður sér. Til þess er þetta gert. Nýta afgangana og svo hugsa ég alltaf til þeirra þegar ég er í þessu. Hann er að berjast í 3. sinnandan, við krabbamein og það er illvígt núna og vonandi kemur það í ljós á næstu dögum hvað verður hægt að gera fyrir kallangan. Þau eru svona mín, sko að þau búa hann í Yorkshire og við byggum þar, að þá eru þau svona pínu mín tenging við Breitlandi einhvern veginn. Þau minna mig svo á Bretana sem ég þekkti þar og þekki. Þannig að ég hef fylgst með þeim vel og vandlega og verið í samskiptum við þau og annað. Hvað langar mig að gera? Já, eins og ég var að segja, mig langar að fókusa svolítið á að gera sumatoppa og eitthvað svona. En mig langar líka að gera nýju peysuna sem Andrea Mári var að gefa út. Treyjarey Knit sem heitir Frostline og ég á Drops Air sem mig langar að nota í það. Þannig að það er aldrei að vita. Og svo hérna Fanny Granny heklaða peysu sem maður getur náttúrulega alveg flokkast sem hérna sumarlegt af því að hún er svona gisin. Og síðan bara sumartoppar og svo náttúrulega þetta sem ég er að bardúsa í. Þannig að hérna, og það sem að datt í pokan var náttúrulega þetta húfugat í þessa tvennu húfur, en annað var það nú ekki. En hérna, já, svona samkvæmt plani hefði ég átt kannski að vera hérna næstu helgi, en ég ákvað bara að grípa tækifærið og hérna nú þarf ég líka að drífa mig að taka mynd af lopapeysunni og smella henni inn í Instagram dagbókina mína þar. Svona þegar ég kannski verð ekki alveg eins og, þú veist, næstu samlit umhverfinu sem ég seti. Þetta var mjög gáðlegt hjá mér að bara velja hvítasta svæðið í húsinu og svo svakalega bjart og fallegt úti. En svo er hérna loksins verið að fara í framkvæmdir hérna á blokkinni. Það kom maður í gær að mæla alla gluggana hérna framanverðið, þannig að það verður vonandi bara allt komið á fullt eftir 2 mánuði og hérna, já, ég hlakka rosalega til þess. Það þýðir þá að við getum loksins klárað framkvæmdirnar í eldhúsinu því við tímdum ekki að fara að setja upp flísar og svoleiðis að við veitum að það þarf að laga í kringum gluggana þegar þeir vera búnir og þá getum við loksins klárað fallega fína eldhúsu okkar í framhaldi af því. Þannig að ég er svona aðeins byrja að skoða flísar og hugmyndir og svona dótar í. Þannig að við sjáum hvað setur, en að með ég get ekki verið flísari og þá er ég bara prjónar og heklari og svona almennu fendrari. En ég stefni þá bara á að kíkja á ykkur hérna í mars, miðjan mars eða eitthvað leys, eftir svona 3, 4, 5 vikur og þangað til þá segi ég bara takk fyrir að fylgjast með og ég óska ykkur góðra og gleðilegra handavinnu vikna og við sjáum síðar. Takk fyrir og bless bless.